Það alveg rosalega jafn leikur, svona upp og niður. Þið voru með forystan í fyrri hálfleik og svo komu KR tilbaka og þið voru svona aðeins að elta og þið náðu þeim. En svo það vantaði bara þetta seinasta skotið upp á, bókstaflega. Hvernig svona, hvað hefði þurft til þess að innvinna leik? Rauninni bara varnar frákvöst. Það hafi verið krúsíalt. Þeir fengu mikið á öðru sénsum. Og þeir voru bara að vinna fyrir því, bæði öðru sénsum og það voru 50-50 boltar sem að duttu með þeim. Þetta er svona dæmið fyrir leikinn, Jordan er í stelunum og er fumblar hann og staðan fyrir að tróða að koma yfir og svo fannst mér Heron bara stelun og klín og þá var við fyrir yfir, en það er dæmt vill á það. Það er svona hérna allt svona 50-50 með KR og við þú vinnur fyrir því sko. Ég myndi segja að varnarfrákvöstin voru svona helst í þátturinn ef við töpum þessu leik. Það voru KR komin upp að hlið ykkur í deildinni með jafnmarga sigur á þið og ÍR-ingar líka. Þessi deild er augljóslega bara rosalega jöfn í ár. Það bara veit maður ekkert hver að fara að vera fyrir ofan á hvert. Hvernig líst þér á líkurnar? Er þið að horfa á að vera bara með úrslitakeppni eða að horfa á eitthvað séns í heimavallarétti innan jafnarlega úrslitunum, hvað heldur þú? Við eigum alveg ennþá séns í heimavallaréttin. Það er bara mjög raunhæft. Það er bara spurning að komast á smá römm. Við ætlum að reyna að ná öðru síðurleiknum með röð, en bara það gekk því miður ekki. En Morten Búló var dálítið svona, hann var bara hreinlega ekki sérlega góður í leiknum. 2 stig á 17 mínútum og svona, það fannst hann ekki svona ná að verjast heldur. Svona ekki frekar nokkur annar stundum á köflum. Er þetta bara off leikur hjá honum? Er tíminn til að koma að fara? Glugginn er þó opinn? Er einhverjar tilfærslur í vændum hjá Þór Þorláksson? Nei, það er ekki til pípunum hjá okkur. Þannig að við bara töpum sem lið og vinnum sem lið. Stundum eiga leikmenn ofta og stundum eru menn góðir. Þannig að menn gera sína hluti kannski sem aðrir kannski sjá ekki. Þannig að já. Herru, þið takið það bara næsta leik. Takk fyrir það. Þið takið það bara næsta.